Yeah, hello and welcome to our official opening of Hacking Norderland. We are happy to have you and see you here. We are Magdalena, Cecilia and Svava. And Svava and me, we are Hacking Hekla. And Hacking Hekla is a series of rural hackathons. And we founded Hacking Hekla just last year in 2020 and started our pilot project in South Iceland. Now we are here in North Iceland. And we will go to East Iceland in the fall of 2021, so a lot of things are happening. Now we are here, or maybe just I explain our goals before, before I tell why we are here. Our goal is that we want to make people think and work on their own ideas in their own regions. So our dream is that we want to create a wave of innovation that is not connected to urban areas. And we are here now in the beautiful Mývatnssveit in the heart of North Iceland and are working on Hacking Norderland with our awesome team. There's a quite big organization team behind Hacking Norderland. We start with Eimur, presented by Cecilia tonight, then SSNVAF, SSNJ, Nýsköpun í Norðri, and Nordic Food and Tourism, and of course Hugmyndaþorp. And we are meeting here tonight because we kind of want to guide you a little bit through what is important for Hacking Norderland. What do you need to have a good and successful participation? Svava, she will go with you through the Hacking Hekla guide. And this session will be in Icelandic, but the guide is available in English and Icelandic. And also we want to tell you whenever you don't understand something or need some extra information, please always call us, message us, just contact us whenever. We are always open and willing to help you. So, do you want to go on? Já, great, takk. Eins og Magdalena var að segja ykkur, þá eru ég og Magdalena stofnendur Hacking Hekla og með okkur hún Cecilia frá Eimi sem einn af okkar flottu og öflugu stuðningsaðilum og samstarfsaðilum hérna á Norðurlandi. Hacking Norðurland, ég ætla að segja ykkur aðeins betur svona, fara í gegnum leiðarvísi Hacking Norðurland. En mér langar að bæta við, Magdalena gleymdi að nefna að svo hérna Hacking Hekla styrkt af Íslandsbanka. Já, einmitt. Já, þannig að gott að hafa það með, það má ekki gleyma þeim. Vilt þú bæta ykkur við? Kannski bara að það ekki allir á Zoom, sumir eru bara að horfa á Facebook eða ekki? Nákvæmlega. Þannig að, bara svo það sé sagt, þetta er líka streymað á Facebookinu. Já, þetta er streymað á Facebookinu á Hacking Hekla og hjá Eimi. En heyrðu, við skulum demba okkur í þetta og við ætlum að fara hérna yfir bara hvað þarf að hafa í huga þegar verið að taka þátt í lausnamótinu Hacking Norderland og við ætlum að byrja að tala bara hérna, heyrðu, afsakið þetta, við ætlum að byrja hérna í þema lausnamótsins. Cecilia, hvað getur þú sagt okkur þema lausnamótsins? Já, við matur, orka, vatn, þetta svona, við hugsaðum þetta svolítið teymið, hvað getur verið þema fyrir Norðurland og við þetta hjá Eimi svona hugsum sjálfbært og viljum sjá sjálfbæra og græna framtíð á Norðurlandi og okkur fannst svona þessi lykill af sjálfbærninni sem matur, orka, vatn. Þetta eitthvað sem við eigum nóg af hérna á Íslandi, þetta svona þetta sem við fengum í vöggugjöf, en svo getur maður spurt sig hvað svo, það ekki nóg að fá þetta bara í vöggugjöf, við þurfum svo að nýta þetta eitthvað betur og í dag erum við að nýta 29% af jarðvarmanum til dæmis og þannig að það er 71% af ónýttri orku sem kallast glatvarmi, þannig að bara í því eru risatækifæri. Þannig að matur, orka, vatn getur verið mjög vítt en það getur líka verið mjög þröngt. Þannig að þetta svona, við gefum marga möguleika. Takk fyrir þetta. Skulum við halda áfram og Hacking Norderland 48 klukkustunda lausnamót. Við ákváðum að hafa þetta í 2 sólarhringa vegna þess að þessi venjulegu lausnamót eru oftast bara 1 sólarhringur sem þýðir það að teyminu eru oftast að vinna bara í gegnum alla nóttina en af því að við markhópurinn okkar svona fólk á öllum aldri og við framkvæmdateymið erum ekki heldur unglingar og við þurfum að sofa á nóttunni og gerum ráð fyrir að þátttakendur fyrir að gera það líka og þess vegna lengdum við þetta lausnamót. The greatest ideas come when you sleep. Já, nákvæmlega. Svefn rosalega mikilvægur fyrir allt sköpun og ferli. Þannig að þess vegna þetta 48 klukkustundir. Og við erum að vinna inni á vettvangi sem heitir Hugmyndaþorp sem ég ætla að sýna ykkur eftir smástund og erum þá að vinna með að fyrst og fremst gera eða skilgreina þær áskoranir sem eru hérna á svæðinu
byggja síðan upp hugmyndir að lausnum í kringum áskoranirnar og svo verða þessar hugmyndir að lokum að verkefnum og verkefnin það sem að teymið síðan kynna að lokum. Og hvað getur verið útkoman út úr þessu lausnamóti? Jú, þetta getur verið stafræn lausn, vara, þjónusta, verkefni, hugbúnaður, vélbúnaður, markaðsherferð eða eitthvað annað í þeim dúr. Og að mikilvægast í raun og veru að lausnin sé með eitthvað nýnæmi og hún sé þróuð með Norðurland í huga. Og hér sjáum við inn í hugmyndaþorp, en hugmyndaþorp vettvangur, samsköpunar lausn á netinu sem þróuð af Austan Mána, sem einmitt samstarfsaðalinn okkar hérna í Hacking Hekla. Og af því að þetta lausnamót, eins og svo mörg lausnamót og viðburður í dag, fer í raun og veru allt fram á netinu, þá svo mikilvægt að hafa eitthvað stað þar sem við getum séð í raun og veru hugmyndirnar verða til og lifna við, getum séð aðra sem að taka þátt í lausnamótinu og þannig myndast einhvern veginn meiri svona samstæða og við fáum betri bara tilfinningu fyrir öllu samfélaginu sem að taka þátt og við segjum stundum núna að það sé svona eitthvað hugmyndasamfélag að verða til hérna inn á Hacking Norðurland síðunni inn á hugmyndaþorpi. Og eins og þið sjáu hérna uppi þá þetta áskoranirnar, hugmyndirnar og verkefnin og maður getur bætt þeim við, maður þarf bara að ýta á edit board eða breyta borðinu og byggja upp hugmyndir og ef þið eru ekki skráð nú þegar þá getið þið bara hent í eina skráningu, mætt inn á hugmyndaþorpi og tekið þátt. Ef þið vilja ekki taka þátt, þá getið þið líka skráð ykkur til leiks og í raun og veru gefið endurgjöf á þær hugmyndir og verkefni sem verða til og þannig hjálpað til við þessa nýsköpun sem að fara að eiga sér stað. Hér ég með dæmi af einni hugmynd sem komin inn í hugmyndaþorpi. Hún kom held ég í gæri gegnum hugaflugsfundin okkar. Og svona lítur þetta út ef ég opna hugmyndina til að skoða þær nánar. En það í raun og veru hægt að ýta á hérna take part ef maður hefur áhuga á bæði að segja bara mér finnst þetta áhugavert að þú vilt taka þátt eða hérna, já, var það ekki það, já. Updates, já, ég vil fá vita og fá upplýsingar þessa hugmynd og hvernig hún þróast. Og svo hægt að setja á sig þessa mismunandi hatta og gefa í raun og veru endurgjöf á þessar hugmyndir og það getur í raun og veru hver sem gert. Þannig að ef þið hafið áhuga á nýsköpun á Norðurlandi, hvetið ykkur til að skrá ykkur inn á hugmyndaþorpið og taka þátt í umræðunum og hjálpa þáttakendum að þróa hugmyndina sínar. Og maður setur á þessu mismunandi hatta því að stundum langar mann að segja bara, vá, þetta geggjuð hugmynd, ég geði þetta fíla þetta. Þá setur maður bara á sig tilfinningahattinn og þá það bara nóg sem endurgjöf í raun og veru. En svo getur maður líka sett á sig svarta hattinn ef maður með eitthvað svona uppbyggilega, svona kannski svona svolítið krítiska gagnrýni eða endurgjöf. Sem samt frábært að fá. Sem ótrúlega dýrmætt að fá á þessu stigi. Þá þroskast hugmyndin og maður kemst lengra. Og svo tekur maður bara eftir að þessi aðili með svarta hattinn og þá veit maður að þetta þess konar endurgjöf. It's just no, you don't take it personally. It's just like you can go into different roles. Já, glæsilegt. Og svona lítur í raun og veru síða Hacking Norðurland út inn í hugmyndaþorpi sem að þáttakendur hafa þá aðgang að. Þar koma inn allar svona tilkynningar sem við þurfum að koma til skila til þáttakenda. Það hérna linkur á Zoom-linkin okkar yfir helgina, þannig að það alltaf hægt að droppa þarna inn á fundina sem eru. Við erum með svona leiðavísir eða guide, það sem hérna inni líka og svo svona mentoraskjal sem bókunarskjal fyrir mentorafundina og þar að finna líka upplýsingar mentoruna í flipa númer 2. Og inni á þessari síðu líka alltaf dagskrá lausnamótsins aðgengileg. En svona lítur dagskrá lausnamótsins út og dagskrána að finna eins og ég sagði áðan inn á hugmyndaþorpi og í leiðavísinum og allir fundirnir okkar fara fram bara á þessum eina Zoom-link. En við erum komin hérna á föstudaginn. Í gær vorum við með ótrúlega skemmtilegt svona tengslanets, hugarflugs og teymismyndunar fund sem var í gærkvöldið, ótrúlega gaman og það má segja að hugmyndaþorp hafi bara lifnað við á þessum fundi. Þannig að hérna, það allt í einu orðið svona rosalega gróska þar inni á síðunni, ótrúlega skemmtilegt. Og í dag núna erum við náttúrulega bara að leggja af stað í þetta ferðalag sem verður í helgina. Og við ætlum að fjalla nýsköpun, ég verð með fyrirlestur nýsköpun og ferlið á eftir, svo fáum við til okkar 2 fyrirlesara og hittum síðan teymin aftur á lokum fundi eftir það, þar sem við ætlum að klára svona að mynda teymin. Svo tekur laugardagurinn við og dagskráin hérna og aðgengileg fyrir alla og á netinu, þannig ég ætla ekki að fara eitthvað alveg í hérna details, en kannski gaman að segja frá því að loka kynningarna fara fram á sunnudeginum. Og það dómnefnd sem meta þá, ég ætla að sýna ykkur hana á eftir og Hacking Norðurland endar svo klukkan 5
akkurat 48 klukkustundum seinna. Mhm. Glæsilegt. En þessir fyrirlestrar sem við fáum, við erum með svona örfyrirlestra núna meðan á lausnamótinu stendur. Það eru 2 sem koma til okkar núna klukkan 6. Það er hérna Ragnheiður Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskólans og Sveinn Margeirsson sem er sveitarstjóri Skútustaðahrepps. En hann er einmitt hérna með okkur hérna, þar sem við erum hérna í Mývatnssveit. Já, það er í teiminu. Já, og á morgun í fyrramálið erum við með 2 fyrirlestra í viðbót. Það er hann Guðmundur Haukur, framkvæmdastjóri Vistorku og Arnar Sigurðsson, stofnandi Austan Mána, sem ætlar að fjalla sköpunarkraft í samfélögum. Og þessir fyrirlestrar verða í raun og veru aðgengilegir og streymdir á Facebook, þannig að allir geta fylgst með. Svona, þá erum við komin að mentorunum. Við erum ótrúlega lánsum að vera með þvílíka ofurhópinn með okkur sem eru tilbúin og eru hérna sem sjálfboðaliðar og tilbúinir að leggja sitt af mörkum til að leiðbeina teymunum. Hér er yfirlit yfir alla mentoruna. Það er sömuleiðis inn í bókunarskjalinu sem er aðgengilegt fyrir þáttakendur og bara réttilega gefa ykkur svona góð ráð varðandi það að taka mentorafundi með mentorum. Það er ágætt að vera nokkuð snöggur að ná að útskýra það konsept sem þau eru að vinna með og hafa þá svigrúm og tíma til þess að fá endurgjöf frá mentornum. Og í raun og veru spurja hann spurninga þannig að þið eruð ekki að tala allan tíman heldur náttúrulega viljið þið hitta mentornum svo hann geti gefið ykkur endurgjöf. Já. Má ég kannski koma einn hérna því að ég hef farið í svona startup einu sinni. Og ég held að það sé rosalega gott ef að þau ná að vera búin að svona kannski skoða eins bakgrunn mentorana. Þú veist eins og hún Greta til dæmis, ég meina hún er búin að vera forstjóri Krónunnar, framkvæmdastjóri Krónunnar í mörg ár og þú veist þekkir svolítið svona bakgrunnin að vera að stjórna búð, þú veist stórverslun. Og þá er svolítið gott að undirbúa pitchið ef maður er með vöru sem maður er að fara með þangað og reyna að draga kannski þekkinguna frá mentorunum þar sem þau eru sterkust. Og Ásta Kristín til dæmis er náttúrulega bara sérfræðingur í ferðaþjónustu. Ef maður er með einhvern svona túristavingil, þá er það frábært. Sveinn frá Orkidíu, hann er með mikla sérfræðikunnáttu í ræktun til dæmis. Og þú veist það bara svona væri gaman að fá og ég meina þið getur þá bara sendt okkur post eða hringt í okkur og spurt ef þið viljið fá feedback mentorana. Þú veist ég er með þessa hugmynd. Og fara á LinkedIn og skoða hvað reynslu þau eru með. Short description of the mentors, just like you said, get the maximum out of it. Já, nákvæmlega. En þetta er náttúrulega alveg magnað að hafa aðgang að svona öflugu liði til þess að spyrja spjörum úr og við hvetjum ykkur til að nýta mentorafundina. Nýtið þetta tækifæri til að fá endurgjöf á hugmyndin ykkar. Það er í raun og veru það sem þetta snýst núna. Það er að tala við eins marga og þið mögulega getið. Maybe also check out the mentor schedule already because some mentors only have maybe tomorrow, some mentors might only be available tonight. So just that you can pick the mentors you really need. Já, nákvæmlega. Svo er það að skila afurðir helgarinnar. Við viljum að klukkan 2 á morgun, laugardag, verði komin svona drög að verkefni inn á hugmyndaþorpi. Þannig að bæði mentorarnir, þeir ætla líka að skrá sig inn á hugmyndaþorp og svo við skipulagsteymið og utanaðkomandi aðila geti farið strax þá að gefa endurgjöf. Svo klukkan 2 á sunnudaginn á að vera í raun og veru tilbúið verkefni inn á hugmyndaþorpi. Þannig að dómararnir munu nýta þarna hálftíma til þess að skoða verkefnin inn á hugmyndaþorpi og svo er það kynningar fyrir dómnefnd sem fara fram á Zoom á sunnudaginn. Og efnið frá þessum kynningum verður aðgengilegt með einhverju móti í framhaldinu. Þannig að þetta er ótrúlega spennandi. Og dómararnir munu líka spyrja spurninga eftir hverja kynningu. Til þess að ræða þessum dómnefndina, þá eru þau á mynd fyrir framan okkur. Þetta er hún Rannveig Björnsdóttir, Huld Magnúsdóttir, Haraldur Hallgrímsson, Brynja Laxdal og Snjólaug Ólafsdóttir. Öll eru þetta reynslu boltar í að meta góðar hugmyndir og fyrirtæki. Rannveig Björnsdóttir er hjá Háskólanum á Akureyri, hjá Auðlindadeild. Huld Magnúsdóttir er framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins. Haraldur Hallgrímsson er forstöðumaður viðskiptaþróunar hjá Landsvirkjun. Og Brynja Laxdal er ráðgjafi fyrir verkefnastjóri Matarins Íslands og Snjólaug Ólafsdóttir er yfir verkefnastjóri á sviði sjálfbærni hjá EY á Íslandi. Og hvað munu dómararnir vera að horfa til? Jú, það stendur hérna fyrir ofan og það er þá að verkefni leysi vandamál fyrir Norðurland með sjálfbæri framtíðarlausn sem er svona takturinn í þessu hackathoni.
tenging við mat, vatn eða orku sem þema lausnamótsins, raunhæfni verkefnis, frumleiki verkefnisins, teymið, að þessi öflugt teymi sem ætlar að framkvæma þessa hugmynd og svo gæði kynningar. Verðlaunin, Cecilia. Já, það er sko mikið, það er mikið að vinna að. Já, maður getur sagt svo. Til mikils að vinna. Mikils að vinna, Já. akkurat, takk svona, það var það sem ég var að leita. Sko, verðlaun, það er sem sagt 500.000 í verðlaun fyrir fyrstu verðlaun. En svo eru rosalega flott aukaverðlaun líka, mest bara frá frumkvöðlum og svona, já, flottum fyrirtækjum hérna á svæðinu, og það er hægt að nefna nokkur, til dæmis Sel Hótel sem við erum að gista á núna, er að bjóða gistingu, eina nótt í gistingu, það er ótrúlega safnið á Sauðárkróki, 1238, þau eru að bjóða að koma inn á safnið og upplifa ég er búin að gleyma hvað það heitir, 1900... Nei, þetta er 1238, ég er 1238. Ok, það kemur eftir smástund, en það er geggjað flott saman. Já, ég þarf að muna hvað það heitir samt eftir augnablik. Was it something with a Viking? Meet the Viking? No. Nei, þetta er, já, ok. Svo er þetta að borða líka gránu sem er inn í safninu. Það er svona sem þetta í hug. Það eru ótrúlega flott verðlaun og svo auðvitað skilur ég held að aðalverðlaunin eru að vera heila helgi, búa til þessa flottu hugmynd og fá að kynna hana og að nýta sér þessa þekkingu hjá fólkinu eins og frá mentorunum og fá endurgjöf frá þeim. Það er held ég svona stærstu verðlaunin sem allir fá. Já. En auðvitað, 500.000. Og styrkja tengslanettið og, já. Algjörlega. Já, glæsilegt. Má ég segja, þá erum við komin bara í það að við ætlum að taka við spurningum og ég ætla að hætta að deila glærunum og við ætlum að hækka hljóðið í tölvunni og við viljum endilega bara að þið setjið hljóðið ykkur á og spyrjið spurninga eða setjið í tjattið. And for those that are English speaking and are with us now, the guide is in English, as Magdalena said, and also you can always contact us if anything is unclear, if you need any assistance. We just really encourage you to just talk to us if there's anything that you need help with. Og einnig til ykkar sem talið íslensku að sjálfsögðu bara megið þið hafa samband eins og þið viljið. Við erum fjölmörg sem erum skipuleggjendur lausnamótsins og við erum bara til taks ef það þarf. En það kannski spurning, er ykkur að kíkja hvort það sé ykkur spurningar á Facebook þar undir? Mér langar líka kannski að segja að því að það eru líka alveg 68 þátttakendur sem eru búin að skrá sig í lausnamótið. Já. Og það er líka ótrúlega mikilvægt að ef að þið sjáið að það er einhver í þáttakandi sem að gæti verið bara góður í ykkar teymi eða nýtist hugmyndinni sem þið eru með, að þá bara er að gera að finna þá á Facebook eða í hugmyndaþorpinu og bara spjalla saman. Ég held að það sé líka ótrúlega sterkt. Já. Þannig að nákvæmlega, mér finnst bara engar spurningar vera til okkar, þannig að þetta hefur kannski bara verið svona kristaltært. En ég meina eins og ég segi, það var bara oft vakna spurningarnar eftir á og svona. Já, þannig að þið Just read through the guide and I guess some questions will maybe pop up afterwards. Það er til dæmis mjög góðar lýsingar á hvernig hvað maður þarf að hafa í huga varðandi það að bóka mentorafundina. Vegna þess að þeir fara í raun og veru ekki fram í gegnum Zoom, heldur það undir þáttakendum komið að senda í raun og veru einhvern samskipta, senda línu bóka og bóka þau á fjarfund í raun og veru. En já, má ég sjá, hér er komin spurning. Á hvaða tíma eru mentorarnir við? Góð spurning, takk fyrir þetta. Það kemur fram í gætinum og í dagskránni, hvenær þeir eru við. Og svo inni í mentoraskjalinu, þar getur þú bókað og þar áttu líka að sjá á hvaða tíma þeir eru við. Þar setur þú bara nafnið á verkefninu þínu eða nafnið þitt inn og þannig bókar þú tíma með þeim og hefur svo samband við mentorana. Já, and the link to the mentor schedule is in the guide. Já, og á hugmyndaþorpi. Exactly, yeah. En það á að vera nokkuð skotelt. Já, á hugmyndaþorpinu og í gætinu, sem þau fengur senda á e-maili eða ekki. Jú, já, nákvæmlega. Heyrðu, eigum að vinda okkur þá bara í næsta mál á dagskrá. Ég ætla að ræða nýsköpunarferlið við ykkur.
Ég ætla að fá að deila hérna aftur glærunum og sjá, hérna er þetta komið upp. En hér erum við samankomin á lausnamóti þar sem við ætlum að finna upp á nýjum hugmyndum og við ætlum að búa til einhvers konar lausnir og einhvers konar verkefni úr þessum hugmyndum. Og það er kannski þessi spurning, þannig að nýsköpun er svona algjört tískuorð einhvern veginn í dag, það eru bara, við viljum bara meiri nýsköpun vegna þess að það er raun og veru það sem bara þarf til í heiminum í dag. Við þurfum að hugsa hlutina öðruvísi og finna nýjar lausnir. Við náttúrulega bara ótrúlega mörgu og kannski sérstaklega því sem snýr einmitt að mat, vatni og orku. En nýsköpun er ekki bara einhver glæný uppfinning. Nýsköpun er í raun og veru að skapa eða búa til eitthvað nýtt eða endurbæta það sem er þegar til staðar. Og þetta geta verið nýjar lausnir, ný þjónusta, vörur, tækni, upplifun, aðferðafræði, framleiðsluaðferð eða bara markaðssetning og sala. Einhver ný leið sem er verið að fara í raun og veru öllu þessu. En hvað þarf til að því að sko, góð hugmynd er bara hugmynd. Hugmynd verður í raun og veru einhvers virði leið og henni er hrint í framkvæmd. Þannig að framkvæmdin er það sem skiptir öllu máli og það er oft talað að það séu hérna nokkur hlutir sem þurfa að koma saman þannig að ný hugmynd geti orðið að svona frábæru tækifæri í raun og veru og það er það að það sé góð lausn, að það sé búið að finna markhópinn sem mun elska þessa lausn, að það sé sterkt teymi sem hefur alla burði til að koma hugmyndinni í framkvæmd og svo ákveðin tímasetning og allt þetta saman, það er það sem gerir það verkum að þetta er áhugavert tækifæri sem ætti að grípa og nýsköpunin verður til í raun og veru. En svona lítur frumkvöðlaferlið bara oft út. Nú hlærð þú, er það ekki? Allt svona fyrir óskýrt og svona. Já, ertu að tengja? Ég er að tengja. Þetta er bara, og við erum með þess að tengja því að Hekla er náttúrulega ekkert annað en bara svona hálfgert startup. Exactly, and you never see where it's leading, just somewhere in the mist. Nákvæmlega, þannig að það er í raun og veru óvissa sem einkennir ótrúlega oft frumkvöðlaferlið. Frumkvöðlar eru alltaf í leit að einhverju, þeir eru í leit að ákveðnu viðskiptamódeli, þeir eru í leit að rétta markhópnum sínum, þeir eru í leit að fjármagni, ótrúlega oft, leit að aðilum inn í teymið og svo framvegis. Þannig að kannski er ágætt að hafa í huga að reyna einhvern veginn samt bara að láta sér bara svolítið líða vel hérna meðan á þessu stendur. En maður veit þetta er óvissa og svo framvegis að þá kannski er svona líklega að maður ná einhvern veginn að svona fljóta í gegnum það, ekki satt? Jú, og ég held líka að svona þegar maður er með einhver hugmynd sem að mann dreymir að gera og maður svona fær þessi svona tilfinningu í sig að bara svona, ok, þetta er eitthvað, þú veist, ég þarf að halda áfram með þetta og það heldur manni líka svolítið svona, þó maður sjá ekki alveg endapunktinn. Já, ef maður veit tilganginn, hvers vegna maður er að þessu, ástríðuna og ef að tilgangurinn er sterkur og maður minnir sig á hann reglulega, þá er miklu líklegra að maður komist á leiðarenda. Yes, and I think it's so often that you talk to somebody who is super successful and they say, you know, when I first started, everybody told me I'm crazy. And then they turn out to be super successful. Já, það er mjög marg flott fyrirtæki sem hafa byrjað sem klikkuð hugmynd. Við minnum að Bláa lónið, það var nú margir sem sögðu að hann Grímur, hann var bara, ætla að vera alveg kolruglar bara að ætla að fara út í þetta, þannig að þið sjáið. Og hér er sem sagt svona design thinking ferlið sem ég langaði að sýna ykkur. Vegna þess að það eru margir sem halda að nýsköpunarferlið sé eitthvað svona línulegt ferli. En það er það ekki, vegna þess að fyrst náttúrulega skiptir höfuðmáli að skilja og þá skilja í raun og veru markhópinn sinn sem á eitthvað ákveðið vandamál. Svo þarf maður að skilgreina vel og niðurnegla í raun og veru hvaða sem maður er að nákvæmlega fara að leysa. Og svo hefst svona hringrás vegna þess að þú færð einhverja hugmyndalausn, þú þarft einhvern veginn að þróa hana áfram að einhvers konar frumgerð og svo þarftu að prófa hana og testa hana og þá færðu ákveðnar upplýsingar sem gerir það að verkum að hugmyndiðin mótast og þróast enn frekar og þetta er síðan bara ferli. Og það sem er áhugavert líka í þessu er það að fyrirtæki í dag, þau mega aldrei hætta í þessu ferli. Vegna þess að þetta ferli snýr það að hlusta á viðskiptavininn. Og viðskiptavinnurinn er náttúrulega aðalatriðið og fyrirtæki í dag þurfa stanslaust að vera að bæta, þróa, móta. Þau mega ekki bara staðina og hætta að hlusta á viðskiptavinnina. Af því að náttúrulega heimurinn bara breytist rosalega hratt. Þannig að
En það eru í raun og veru öll fyrirtæki í dag sem eiga bara að vera í þessari hringrás. Can I add something? Já. Because we have a nice saying in German. It is, if you stop being better, then you will stop being good one day. And I think this fits to this. Já, exactly. Einmitt, Nákvæmlega. og svona kannski með, ég veit að þú kannski fær meira frumgerðir og eftir, þá, þú veist, þá er svo mikilvægt að, þú veist, byrja einhvers staðar, þú veist, bara þó að sé bara teikna mynd á blað, byrja bara þar og sýna einhverjum og spyrja, þú veist, skiljiði hvað ég er að hugsa. Já. Það er bara út af því að það þarf ekki að vera mikil yfirbygging. Það er bara að byrja og fá feedbacki, það er svo ótrúlega. Þetta er bara rosalega... Fyrirgefi. Og ég ætla bara... Já, hann að... Já, hann er vel. Halló. Hæ, halló. Ég kannski mistaði einhver áðan en þú veist, hvað á loka pródúkti hjá mann að vera þarna í þessu? Er það frumgerðin eða er það kannski komið hugmyndina og einhver teimi komið? Hvað er það sem við höfum að sýna á morgun? Á sunnudaginn eru kynningar fyrir dómnefnd. Já. Það er raun og veru bara hversu langt komustu hérna yfir helgina. Það þarf ekki að sýna frumgerð. En það er bara partur af í raun og veru ferlinu, en það er ekkert öll teymi sem komast þangað. En við skulum taka kannski bara svona smá spurningar í lokin. Er það í góðu lagi? Allt í lagi. Taka aðeins umræður loka útkomunu á eftir einmitt. Þannig að í raun og veru snýst nýsköpun og lausnamót og allt þetta að gera tilraunir. Vera óhræddur við að þora að hugsa út fyrir boxið, testa hluti, og í raun og veru bara gera tilraunir. Standa upp og eða þetta að standa upp og skilur, maður er alltaf að reyna að gera það aftur og aftur og það er bara sama með frumgerð, fá endurgjöf, það er mjög gott. Yes. Og ef við förum aðeins í einmitt ferli þá þegar maður fær hugmynd eða er með eitthvað áskorun, þá skiptir svo rosalega miklu máli að skilja, alveg eins og við sáum þarna í design thinking ferlinum. Það er raun og veru hvaða vandamál er þetta sem við ætlum að taka fyrir og við ætlum að reyna að leysa. Og þá þarf að tala við fólk af því að sumir frumkvöðlar að leysa vandamál sem er ekki vandamálin þeirra. Heldur eru vandamál einhverja annarra sem þetta kannski þekkja. Og þá er svo ótrúlega mikilvægt að tala við fólk sem þekkja vel þetta vandamál til að fá nægilega miklar upplýsingar til þess að taka næsta skref. Og þetta fólk sem þau eru að taka er þá markhópurinn ykkar og það þarf að fara alveg í svona smá góðar pælingar hver er þá svona aðal markhópurinn sem við ætlum að fókusera á. Vegna þess að það er ekki hægt að í raun og veru bara ætla sér að þróa einhverja vöru og hún á bara að vera fyrir alla. Það er ekki góður útgangspunktur. Vegna þess að maður verður að passa einhvern veginn að vera allt fyrir einhverja en ekki svona eitthvað fyrir alla. Þannig að það þarf að finna út hver er þessi markhópur, svona aðal markhópurinn sem við erum að stefna að og það þarf að tala við þennan markhóp og skilja þau betur og þar með ná bara enn dýpri skilning á vandamáli sem þið eru að fara að leysa. Svo tekur við svona dýpra hugmyndaferli og ég veit að núna í hugmyndaþorpi eru komnar alls konar hugmyndir sem er svona fyrsta skrefið og svo þarf að fara í dýpra svona hugarflug með þessar hugmyndir. Og hugarflug er þetta að gera með post-it-miðum og það er þetta að gera það á netinu og það er þetta að gera það í gegnum umræður og alls konar. Og þá eru aðal útgangspunkturinn bara hvernig ætlum við að leysa þetta vandamál. Það er bara spurningin sem þið eigið að vera að spyrja ykkur að í þessu ferli. Og einnig, hvaða virði, ef við ætlum að leysa þetta vandamál svona, hvaða virði erum við þá að veita viðskiptavinum okkar? Vegna þess að það er ótrúlega svona nauðsynlegt að átta sig á bara svona virðiskjarnanum. Af því það er oft bara, það er ekki nóg að segja bara virðið er þessi vara. Það þarf að útskýra hvað er þessi vara að gera fyrir fólk. Já. Hvað er hún að veita þeim? Já, eins og bara, maður tekur svona stutt dæmi, eins og bara Apple. Þeir eru með, þú veist, þeirra væ er að auðvelda líf fólks. Já. Það er ekki að búa til vöruna sími. Nei. Þú veist, varan er það, en tilgangurinn er að auðvelda lífi. Já. Þannig að það er kannski svona gott dæmi þetta. Höldum áfram og hér er einmitt frumgerðir og prófanir og þetta er svo góði punktur sem hún var að koma inn á, hún Sesselja áðan. Við erum ekki að gera ráð fyrir því að þið séu búin að hanna eitthvað vélbúnað meðan á helginni. Frábært ef þið hafið tökkað því. En maður þarf samt einhvern veginn að ná að testa. Og sko það að testa getur líka bara verið að tala við eitthvað, segja frá hugmyndinni og hver eru fyrstu viðbrögð.
Þú veist, fólk bara, já, bara, þú veist, þá það að testa svolítið svona konseptið, eða fólk bara ringlaður og ekkert að skilja hvert þau eru að fara, þá það komið eitthvað svona, heyrðu, ok, þá þurfum við að fara aftur á teikniborðinu að móta þetta betur. Þannig að hanna lausnina ekki að fullu, en að einhverju leyti vera búin að hugsa, þú veist, hver hún, hvernig virkar lausnin og svona, og hvernig getum við, og hugsa einmitt, hvernig getum við prófað þetta á einhvern hátt, eins og ég hef ótrúlega oft mikið verið að aðstoða ferðaþjónustu frumkvöðla. Og alltaf finnst mér ég vera að segja bara, testa þetta bara, ef fólk vil búa til ferðir, testa þetta bara, bjóddu ykkur vinum, farðu í þessa ferð með þau og fáðu endurgjöf á hvað var gaman og hvað gekk vel og svo framvegis. Þannig að þú getur verið endalaust við teikniborðið, en á einhverju tímpúnti þarftu að fara út úr herberginu og fá viðbröðin við vörunni. Ræsilegt. Og svo þurfið þið líka að huga að viðskiptamódelinu í kringum vöruna. Og þetta felst í því að átta sig á, þú veist, kostnaðinum, átta sig á tekjumöguleikunum og tekjumódelinu, hvaða dreifileiðir ætla ég að nota til þess að koma vörunni eða þjónustinu til viðskiptavina, hvaða samstarfsaðilum þarf ég að vinna með til þess að þetta geti orðið að veruleika og hvernig ætla ég að fjármagna þetta verkefni, þarf mikinn stóra fjármögnun í upphafi eða getum við bara að byrja að selja strax, þetta þannig vara? Og fyrir ykkur til þess að auðvelda þetta ferli að hugsa viðskiptamódeli í heild og í raun og veru til þess að móta hugmyndin ykkar, þá ætla ég að kynna þetta fyrir ykkur Business Model Canvas og Business Model Canvas svona viðskiptalíkan, og þetta aðgengilegt á netinu en þið getur líka bara nota þetta í glærunum, við getum sett þetta inn á hugmyndaþorp ef það þarf, en þetta rosalega flott líkan til þess að átta sig í raun og veru á langt flestum atriðum sem þið þurfið að huga af þegar þið eruð að þróa hugmynd áfram. Og tveir mikilvægstu dálkarnir og fyrstu dálkarnir sem þið að fylla út virðistilboðið og markhópanir. Og þarna þetta bara það fyrsta sem ég sagði ykkur í ferlinu, bara hvað vandamáli, hvaða virði erum við að gefa viðskiptunum með þessari lausn að þessu vandamáli og hver á þetta vandamál, hver markhóparinn okkar. Og það ekkert að segja bara allir Íslendingar eða allir. Þetta alltaf einhver sérstakur hópur, kannski þetta frekar konur með þess að það þýðir ekki það að varan eða þjónustan ykkar get ekki verið aðgengileg fyrir alla, en þið þurfa að vita hvert þið ætlið svona að targeta. Og næstu 3 dálkarnir eru tengsl við viðskiptavinni, hvernig ætlið að í raun og veru tala við viðskiptavinni, hvernig samband ykkar við viðskiptavinin, dreifileiðir, hvernig komið þið vöruna og þjónustunni til viðskiptavina og svo tekjumódelið. Hvernig það að selja vöruna? Þetta áskriftarleið, þetta einskiptisala og svo framvegis og framvegis og það að selja þetta í gegnum netið eða þarf fólk að koma í búðina til ykkar og svo framvegis. Svo færum við okkur hinum megin á líkanið, en þar eru til dæmis lykilsamstarfsaðilar. Það bara hverja getið þið ekki lifað án, hverja þurfið þið bara með ykkur í lið. Hver lykilstarfsemi fyrirtækisins? Hvað það sem þið gerið? Hver eru lykilauðlindirnar sem þið þurfið til þess að gera þessa hugmynd að veruleika? Og svo að lokum, hvað kostar þetta allt saman? Og með því að fylla þetta út og verðið komið með miklu svona betri sín á í raun og veru hvað þið þurfið að huga af yfir helgina. En Business Model Canvas virkar þannig að þið eruð að giska, þið eruð svona, prófum að gera þetta svona, hvernig myndi þetta virka ef við stillum þessu svona upp? Þannig að þetta svona áætlun, Og í raun og veru Business Model Canvas með þá reglu að maður á að setja alltaf post-it miða vegna þess að, og ekki skrifa beint á plaggið vegna þess að post-it miða þarf auðvitað að taka niður og breyta, sjáðu til. En Business Model Canvas þetta svona tól sem hjálpar okkur að öðlast heildarsýn og þróa nýjar vörur og þjónustu og þetta sjónrænt og einfalt og aðgengilegt, sérstaklega kannski ef það heilt heimi að gera þetta saman. Og það lykilatriði sem sagði ykkur þessi 2 fyrstu dálkar að þekkja viðskiptavinin og þróa vöruna með hann í huga, hvaða virði þið að gefa honum. Og svo ótrúlega gaman að líka segja það að það líka hægt að þróa eitthvað sem kannski nýtt í dag, en þið breytið viðskiptamódelinu á eitthvað nýjan hátt. Það náttúrulega bara breyttir tímar í dag, alveg eins og Spotify svo gott dæmi. Spotify einhvern veginn bara bjóð til bara einhvern veginn algjörlega nýtt viðskiptamódel í kringum það að selja tónlist. Þetta var áskriftaleið að alveg fullt af tónlist og svo framvegis. Og Airbnb annað dæmi, þeir í raun og veru tóku út bara að þeir, ef við hugsum hótel með rosalega stórar auðlindir, þeir eru með byggingar og herbergi og rúm og allt það. Airbnb bara tók þetta út úr viðskiptamódelinu og bætti við nýjum markhóp
sem var þá í raun og veru þeir sem vilja bjóða fólki og selja fólki að gista heima hjá sér. Þannig að það að hrista upp í viðskiptamódeli líka nýsköpun í raun og veru. Exactly. That's what I wanted to say. Like innovation is not like inventing something, not all the time. It's just like maybe reusing things. Já, or in different ways, já. Og svo að því við vorum að tala að það teymið sem skiptir höfumáli í að framkvæma hugmynd og hugmynd verður einhvers virði leið hún en hrint í framkvæmd. Að þetta 48 klukkustunda marathon og við vitum alveg að það eru sum teymi fullmynduð og mættu til leiks kannski búin að vinna saman áður og svo eru önnur teymi sem eru bara mynduð yfir helgina. Og þetta eru bara 48 klukkustundir, það knappur tími. Hvað getum við gert til þess að í raun og veru láta teymið virka sem best í gegnum þetta marathon sem við erum að fara inn í. Og fyrir ykkur sem ekki enn búin að fullskipa teymi þá endilega verið með okkur 6:30 og eftir þegar við ætlum að hittast að lokum fundi og reyna að para aðila saman. En teymisvinna, það skiptir höfumáli að byggja hana á sterkum grunni. Vegna þess að teymismyndun í raun og veru ferðalag. Og flest teymi þróast eins og Tuckman-módelið og hér glæra sem sýnir hvernig teymi þróast samkvæmt Tuckman-módelinu. En Tuckman-módelið byggir á 4 þáttum. Það myndun teymisins, það barátta eða storming phase, samvinna og svo framkvæmd. Og eins og þið sjá þessari mynd þá skilvirkni teymisins ekkert endilega svo mikil þegar það farið í gegnum baráttustigið og baráttustigið ég held að við öll upplifa þegar við erum ykkur nýju teymi það koma svona einhverju núningar samskiptin smá erfið það vilja einhvern veginn allir eiga síðasta orðið ekki alveg til í svona einhvern veginn að vera ein heild en svo byrjar það að gerast leið og hjólinn fara að snúast og þá fyrir við að vera samvinnu og svo þegar við erum komin á framkvæmdastigið þá okkur allir vegir færir þannig að þið þekkið þetta Og hér síðan annað módel og þetta úr bókinni 5 Dysfunctions of a Team og í raun og veru það sem þetta sýnir bara að grunnurinn fyrir sterk teymi og árangursrík teymi traust og hvernig byggjum við upp traust? Við gerum það með því að taka tíma frá til þess að kynnast hvort öðru. Það einhvern veginn bara magna. Ég man að við vorum byrjuð að vinna með Arnari alveg fyrir svolítið löngu síðan. Það var ekki fyrir en við tókum og fórum út að borða og vorum að ræða bara svona kynnast persónulega sem að teymið var svona miklu sterkara. Þannig að það ekkert, þetta ekkert eitthvað bara svona sem að óþarfi. Þetta bara rosalega mikið hluti af því að teymið verði gott að taka tíma og kynnast hvort öðru. Just knowing like whom you're working with, you're spending so much time, so I think it's so nice to know these hidden treasures. Já, svo allt í einu kemstu bara að því að eitthvað með masterskráði í kvikmyndagerð og þú vissir bara ekkert að því. En allavega en svo náttúrulega skiptir líka máli að vera bara traustsins verð sjálf og þekkja sjálf ykkar svona veikleika og styrkleika og það sem bara ávinningurinn af því að taka tíma í þetta að varnarmúrarnir brotna sem við erum svo rosalega gjörn að hafa í kringum okkur og þannig myndast traustið. Og enn frekar til að byggja upp traust þá þarf að hafa í huga að samskipti þurfa að vera mjög skýr og þið þurfið að vera duglega að hlusta þannig að það náttúrulega held ég bara stærsti hluti af samskiptum hlustun. Höldum áfram og hér æfing sem ég langar að leggja til að þið teymin takið ykkur, það þarf ekki nema kannski korter í þetta, korter 20 mínútur í þessa æfingu þar sem þið byrjaðu að fara hringinn og ræða hverja væntingar ykkar eru til þáttöku í Hacking Norðurland. Eru þarna til að vinna eða eru þið þarna bara til að búa til eitthvað hægt og rólega, eru þið þarna til að kynnast fólki, hvers vegna eru þið þarna? Já, og ræða síðan styrkleikana sem teymið byrja yfir, hver rosalega góður í að selja, hver rosalega mikill svona, hver rosalega hugmyndaríkur, hver bara svona frábær í rannsóknarvinnu og svo framvegis. So I like this so much when we are working, we just have, everybody has their part and we don't have to worry about the other part. Já. Svo gefur sjálfur sér einhvern veginn. Vegna þess að maður þekkir styrkleikana. You just know the wheel is turning and you just do your wheel and you talk again. Og svo þarf að ræða hvernig viljið þið vinna saman og þetta bara að búa til leikreglurnar ykkar. Þegar þið hittist á Zoom þá ætlum við ekki að vera á Facebook á meðan. Þegar við erum búin að bókafunda ætlum við að mæta á réttum tíma þegar við sýnum virðingu fyrir tíma hvors annars. Við ætlum að hafa þá reglu í okkar vinnu að það engin hugmynd, heimsku hugmynd og það má í raun og veru segja allt. Við ætlum að vera hreinskilin við hvort annað og svo framvegis. Þannig að við bara velja ykkur, bara 4-5 leikreglur.
Svo þarf að ræða hvar ætlið að vinna saman, ætlið að vera á Zoom, ætlið að hitta á Teams, Google Hangouts, ætlið að hittast einhvers staðar bara. Og hvenær hentar best að vinna saman, vegna þess að þið eru náttúrulega verðið ekkert á Zoom-fundi teymið alla helgina, heldur skiptið með ykkur verkum, og hvenær hentar síðan best að taka þessa fundi? Það bara á 2 tíma fresti? Það frekar fyrripartur að það ykkur fyrir alltaf að sofa klukkan 9 eða eitthvað svo framvegis? Svo getur einn verið ótrúlega góður að vinna á kvöldin og annar á morgnana og hvort annað það einhvern veginn að samþætta þetta. Já, og líka bara leið maður veit þetta, þá hægt að fara að vinna, þú veist, með að sjá til þess að þörfum allar sér uppfyllt og svo framvegis. Annars förum við hérna í baráttustigið. Þetta aftur á baráttustigið. Og til að enda hérna kannski á léttu nótunum en samt bara raunverulegu nótunum, þá þetta bara svolítið svona, það ekki? Já. Frumkvöla lífið. Einn daginn maður að sigra heiminn og maður bara komið með þetta. Næsta dag ekki svo mikið. Það bara upp og niður. En þannig líka bara lífið, eða ekki? Jú, ég held það einmitt. Þetta ekkert, þetta alls konar. Glæsilegt. Hérna, núna skulum við einmitt ræða hérna útkoman úr lausnamótinu og eins og þið sáu kannski á yfirferðinu okkar núna að þá erum við í raun og veru ekki að gera ráð fyrir og ég held að það sé mjög sjaldan sem að einhver tilbúin vara eða þjónusta loka afur sem kynnt á 48 klukkstundar lausnamóti. Nei. Ég mun sjaldan heyrt það, en stundum hefur alveg verið komnar svolítið góða frumgerðir, sko. Algjörlega. En það kannski líka, þú veist, af því að það náttúrulega svo mismunandi á hvað stigi fólk að byrja. Þú veist, ef einhverjur kannski komnir með hugmynd, en eiga eftir, af því að þú veist, hluti af svona verðlaununum eða þú veist, það sem dómnefndin mun velja, hversu mikið þið náið að þroska hugmyndina á þessum 48 tímum. Er það ekki rétt fyrir mig? Jú. Þannig að þú veist, það svona getur líka auðvitað verið mismunandi. Sumir kannski voru komnir með hugmynd hérna í dag og sumir eru kannski bara klóra sér hausnum og hugsa, ok, ég ætla kannski búið til vetni, hvernig ætla ég að byrja? Já. Þannig að hérna, það getur auðvitað verið á mismunandi levelum, sko. Já, nákvæmlega. Það þarf svona að segja söguna, hvar þú byrjaðir og hvernig komstu hérna klæddur í dag. Já, nákvæmlega. Hvað er margar hugmyndir? Já, en einhverjar fleiri spurningar áður en við dettum inn í pásu, áður en við fáum síðan til okkar góða fyrirlesara? Það er skemmtilegt. Hérna, ef að kíkja hvort, you can always contact us later. Or I think it's always like this. If somebody else do have questions and nobody has a question, and then 5 minutes later you like think about the most important question. Leiðan að byrja það. Já. Gunnar, ertu að spyrja? Það vantaði kannski í tökmanni hjá okkur að eftir þetta allt saman, sko. Kveðjustigið. Þá kemur söknuður. Já, kveðjustigið. Það kallast kveðjustigið. Kveðjustigið. Já, ég hafði það ekki með þegar það er svo sorglegt, Gunnar. En fer maður þá ekki bara aftur? Er það ekki, Gunnar, þú kannski kannast við kveðjustigið, þannig að þú ertu komin aftur á byrjunarreiti í hackathon að byrja nýrri hugmynd. Já. Er það ekki svoleiðis? Jú. Glæsilegt. Þá ætlum við að detta í pásu og mér langaði kannski að vekja athygli á þessum fallegu kólusum sem eru hérna með okkur. Já. Rosa fallegi, ræktaðir hvar á Akureyri? Já, bara Kristín Schött. Já. Fengum hérna rosalega fallega kólusa til þess að lífga upp. Já, okkur vantaði eitthvað smá grænt. Okkur vantaði eitthvað grænt. Þó að þú veist, við séum með hérna kraftmikla vatni og mývatni og svona, þá gott að hafa grænt með. Glæsilegt. Þá skulum við fara í pásu og erindin byrja síðan klukkan 6. Þannig að við sjáumst þá. Bless á meðan.
Jæja, þá skulum við halda dagskránni áfram. Við erum að fara að hlusta á 2 fyrirlestra og fyrsti fyrirlesturinn hún Ragnheiður Þórarinsdóttir frá rektor Landbúnaðarháskólans. Ertu hérna hjá mér, Ragnheiður? Já, ég hér. Glæsilegt. Vertu hjartalega velkomin til okkar og takk fyrir að taka tíma á föstudegi, seinni partinn. Já, takk fyrir að bjóða mér, bara gaman að vera með. Já, þú ætlaði að deila glærum, ekki satt? Jú, ég ætla nú að reyna það, maður svo flinkur í Teams, ég ætla að taka hvort að geti ekki virka jafnvel hér á Zoominu. Jú, sko. Ekki? Jú, glæsilegt. Og bara eftir að stækka glærurnar og þá hlýtur þetta. Svona, það ekki. Er þetta ekki betra svona? Þetta glæsilegt. Ég fann þessa fínu mynd af Norðurlandi sem ég trúi varla að ég hafi tekið sjálf, mér sem svo flott að ég hlýt af að lána syni mínum síman. En þú bara, sviðið þitt. Kæra þakkir. Ég náði aðeins að fylgjast með ykkur í gær og mjög gaman að hlusta á erindin og hann Sigurður Markússon frá Landsvirkjun, hann fór nú mjög vel yfir tækifærin sem við höfum. Þannig ég mun nú kannski endurtaka eitthvað af því sem hann sagði, enda teki bara undir hvert einasta orð sem kom frá honum. En mér langar aðeins til þess að segja ykkur aðeins frá því sem við erum að gera hér í Landbúnaðarháskólann til þess að byrja með. Og við settum hér fram stefnu til 5 ára fyrir tæpum 2 árum síðan. Það sem við settum fram það hlutverk okkar að skapa og miðla þekkingu á sviði sjálfbærra nýtingar auðlinda, umhverfis, skipulags og matvælaframleiðslu á norðurslóðum. Og við settum fram þessi lykilsvið okkar, kennslu, nýsköpun og rannsóknir og leggjum áherslu á það í stefnunni að þessi 3 stoðsvið spili sem mest saman og það séu samlegar áhrif þar á milli. Þannig að við höfum lagt miklar áherslu á það að fá inn aukið fé til rannsóknarverkefna sem styður þá við uppbyggingu innviða og þá líka að fá inn starfsfólk og styður þá við kennsluna á öllum skólastigum. Nú, áherslurnar í stefnunni var skipt í 6 kafla og það þá þessi 3 atriði, stuðla nýsköpun og verðmætasköpun og svo rannsóknir og þróun og svo kennslan okkar, þessi 3 megin svið okkar. En síðan settum við fram í 4. kaflanum að tryggja skilvirka nýtingu innviða. Því að við erum nú fremur lítill skóli en við erum með gríðarlega mikla innviði. Við erum hér með Hvanneyrarfjósið, við erum með sauðfjárbú á Hesti, við erum með hestamiðstöð á Miðfossum, við erum með garðyrkju, við erum með jarðræktarmiðstöð, við erum með landbúnaðarsafn og við erum með nemendagarða og við þurfum að náttúrulega tryggja að við séum með bestu tækni mögulega til þess að hafa hér fyrir rannsóknir okkar og tryggja að við getum verið þátttakendur líka í alþjóðlegum verkefnum og líka að við getum verið með bestu mögulegu aðstöðu fyrir nemendur okkar. Þannig að það er mjög brýnt í stefnu okkar og við höfum unnið að því markvisst að sækja fé bæði til þess að bæta hér húsakost og til að kaupa ný tæki. Og það hefur gengið alveg sérlega vel á því mikilvæga sviði sem jarðræktin er. Það eru búið að kaupa tækjabúna núna hátt á 200 milljónir á undanförnum árum og eru núna að vinna að því að koma upp hér jarðræktarmiðstöð. Nú síðan í 5. kaflanum þá snýr hann að því að efla mannauðinn og liðsheildin okkar og þar hefur við verið að fá inn starfsfólk og fjölga líka nemendum hjá okkur. Og síðan 7. kaflinn, hann snýr þá að því að við séum að láta almenning og hagaðila vita
af því sem við erum að gera. Nú árangurinn sem við svona tókum stöðun eftir fyrsta árið og erum að fara í það að taka núna eftir annað ára okkar, en það hefur gengið mjög vel hjá okkur að fjölga nemendum. Þeir eru núna að nálgast 600, hafa verið svona í kringum 300 og mikil aukning bæði fyrir COVID haustið 2019 og svo aftur haustið 2020. Þannig að það er náttúrulega bæði þessi mikli áhugi á þessum sviðum sem við erum starfandi á, matvælaframleiðslu, umhverfis- og skipulagsmál, og síðan hafa kynningamálin líka verið ansi öflug hjá okkur. Nú, sjálfsaflafé með aukinni sókn í samkeppnissjóði, það hefur verið svona 100–120 milljónir árin 2012 til 2018. Við náðum hátt í 300 milljónir aftur 2019 og 2020. Og þetta fé gerur okkur kleift náttúrulega bæði að bæta innviðina en líka að ráða fleira starfsfólk til skólans og taka inn nemendur í framhaldsnám, bæði meistara- og doktorsnemendur, þannig að það er mikil aukning þar. Við erum að fá ansi góðar umsóknir víða að þegar við erum að auglýsa ný störf, bæði faglegu störfin í kennslun og rannsóknunum en líka í stoðþjónustuna. Og þær koma bæði hér innanlands frá og líka erlendis frá, þannig að við erum með starfsmenn hér víða að og nemendur. Og eina sem er þar erfitt að fá inn starfsmenn á sviði búvísinda og það er svolítið alþjóðlegt vandamál. Gengur mun betur að fá inn til dæmis í umhverfisvísindin. Nú, við höfum verið að efla eins og segja uppbyggingu innviða og líka samstarf við hina ýmsu aðila og mjög gaman að hlusta á erindið í gær líka frá honum Esteban frá Wageningen háskólanum í Hollandi sem ég hef nú starfað töluvert með á undanförnum árum og það var einn samstarfssamningurinn sem við höfum gert á sviði garðyrkju. Nú svo höfum við gert samstarfssamninga við Menntaskóla Borgarfjarðar og Fjölbrautaskóla Suðurlands stúdentspróf og starfsmenntanám, þannig að maður getur útskrifast bæði í starfsmenntanáminu hjá okkur og með stúdentspróf á 4 árum. Þetta er samningur sem hefur verið við Menntaskóla Borgarfjarðar í nokkur ár og gengið mjög vel. Við endurnýjuðum hann og gerðum síðan samstarfssamning við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Nú síðan höfum við verið með samstarfssamning líka við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið langt skeið. Hann var endurnýjaður í fyrra og breytingin sem var gerð var að við erum svona í meiri samskiptum við ráðuneytið, meira samráð og reglulegra. Og út úr þessum samningi kom núna í febrúarmánuði skýrsla fæðuöryggi á Íslandi sem er ansi góð skýrsla og þið getið nálgast á netinu. Og ég mun aðeins fara stuttlega yfir það hér á eftir, helstu niðurstöðurnar þar. En núna er verið að vinna að skýrslu stöðu sauðfjárbænda og hún er væntanlega bara núna á næstunni. Og svo var ætlunin að taka líka stöðu í garðyrkju í framhaldinu af því. 1. janúar 2020 þá settum við fram, eða hófum að vinna samkvæmt nýju skipuriti. Það höfðu verið áður 2 deildir, ein háskóladeild og ein starfs- og endurmenntunardeild. En svona til að hnykkja á þessum 3 meginfagsviðum okkar og til þess að auka samlegar áhrif þvert á námstigin okkar, þá settum við fram 3 fagdeildir sem eru ræktun og fæða, náttúra og skógur og síðan skipulag og hönnun. Og síðan þvert á þessar deildir þá er sem sagt framhaldsnámið okkar, meistara- og doktorsnámið, grunnnámið eða BS-námið og svo starfsmenntanámið sem er sem sagt á framhaldsskólastigi. Og síðan eru þarna stoðþjónusta í rannsóknum og alþjóðasamskiptum, kennsluskrifstofa og svo rekum við hér landgræðsluskólann sem var áður á vegum Sameinuðu þjóðanna og er núna heyrir undir UNESCO og hann heyrir síðan undir utanríkisráðuneytið.
Þannig að skólinn, hann að fá þarna fjármögnun og samninga við utanríkisráðuneytið og síðan atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, en heyrum síðan undir menntamálaráðuneytið, eða mennta- og menningarmálaráðuneytið. En þetta sem sagt það sem við vorum að hugsa með þessu væri að skerpa fókus og auka samlegð í gegnum fagdeildirnar og síðan samt að viðhalda náttúrulega skýrri aðgreiningu á milli skólastiga og við erum með sérstaka nefndir, framhaldsnámsnefnd, grunnnámsnefnd og síðan starfsmenntanámsnefnd sem hugar þá að því praktíska sem snýra að hverju námstigi. Nú starfsmenntanámið við Landbúnaðarháskólann hefur verið ansi öflugt og margir sem koma í það. Búfræðinámi hjá okkur þannig að það komast færri að en vilja. Við höfum þurft að vísa fólki frá þar. Ungir bændur hafa beðið okkur að taka fleiri inn og við erum að skoða það og væntanlega getum við aðeins aukið í núna næst haust og síðan kannski jafnvel enn meira haustið 2022. En það þannig að nemendur fara ofta af úr starfsmenntanáminu og í háskólanámi en síðan líka úr háskólanáminu og síðan að taka starfsmenntanámi að loknu háskólanámi og taka þá þessu praktísku þætti. Þannig það hefur verið mjög vinsælt hjá okkur. Aðeins að fara yfir nemendafjöldan hjá okkur núna 2017 til 2020 og þá sjáum við þarna lengst til vinstri heildarfjölda nemenda sem hefur verið svona í kringum 300 og fer þarna mjög svo hækkandi 2020 og síðan sjáum við hvernig það skiptist á mismunandi námstig. Grunnnámið þarna næst og síðan meistaranámið. Og síðan get ég alveg lofa ykkur því að doktorsnámi fer alveg að verða sýnilegt þarna. Við erum að ráða núna inn 5 nýja doktorsnemendur og verðum þá komin með 17 nemendur. Til samanburðar þá hefur í heildina að hafa 7 nemendur lokið doktorsnámi frá skólanum frá 2010 og það hafa ekki verið fleiri en 7 í einu í doktorsnámi hjá okkur. En við tókum þessa stefnubreytingu með þessari nýju stefnu 2019 að við vildum fjölga í doktorsnámi hjá okkur og sækja markvisst fram í samkeppnissjóði til þess að finna fjármuni í það og það hefur skilað sér sem sagt í því að við erum að fara úr þessum 7 nemendum og erum þá komið núna þetta vorið í 17. Og þetta styður náttúrulega mjög vel við okkar starf. Við fáum náttúrulega samhliða inn nýja starfsmenn sem að koma þá að kennslun okkar og oft á tíðum eru þetta líka í bland erlendir aðilar sem eru með mikil tengsl. Síðan það þá námið á framhaldsskólastigi sem að aukast þarna líka og ég setti það hér upp á sérglæru og þá sjáum við þarna búfræðinámið stabílt og það náttúrulega kemur bara af því að við tökum ekki fleiri inn. Það bara hámark, þannig að við höfum ekki tekið fleiri inn en þetta, þannig að það verið að vísa fólki frá og það eina brautin þar sem við höfum þurft að vísa fólki frá. Reyndar gæti komið svo næsta haust að við þyrftum að vísa fólki frá líka í landslagsarkitektúrinn. Það var sprenging þar núna á síðasta hausti. Nafninu var breytt úr umhverfisskipulagi í landslagsarkitektúr og það hafði nú eitthvað að segja og svo hefur námið bara verið að eflast á undanförnum árum, þannig að það gæti komið til þar. Og eins og ég segi, við erum að vinna því að taka þarna fleiri inn í búfræðina. Svo sjáum við þarna 4 garðyrkjubrautir og það var náttúrulega algjör sprengja núna síðasta haust, sérstaklega í garðyrkjuframleiðslunni. þar sem við erum komið með hátt í 100 nemendur, hafi bara aldrei verið svona margt í garðyrkjunáminu og sérstaklega lífræn ræktun matvæla. Það eru langflestir sem fóru inn á það svið. Og svo sjáum við þarna skrúðgarðyrkjunni líka gríðarlega vinsælt. Nú aðeins að fæðuöryggisskýrslunni. Það er mjög skemmtileg skýrsla og ég hvet ykkur bara til þess að lesa hana. Það er mjög mikið af góðu myndefni og vel framsett og skýrt og ég tók þarna bara aðeins dæmi.
Og þarna sjáum við til dæmis vinstra megin hlutfall af innfluttu versus framleiddu hér 2009 og 2019. Og þá sjáum við þarna, ef við tökum bara tómatana sem dæmi, sem ágætis dæmi, þarna neðsta línan, að þar hefur verið svona 70% framleitt innanlands 2009 og svona í kringum 40% árið 2019. Þetta svona kannski svipuð framleiðsla samt eins og hefur verið, en við erum ekki að taka okkur hlutdeild í aukningunni sem að verða á markaðnum. Þannig að þarna greinilega tækifæri fyrir okkur og svo náttúrulega líka í jarðræktinni. Og eins og ég sagði áðan, þá eru skólinn að efla sig mjög í jarðræktinni með nýju jarðræktarmiðstöðinni sem að við erum sem sagt að taka þá lokahnykkin að færa jarðræktarmiðstöð skólans sem var á Korpu, Reykjavík, og erum þá að færa hana hér að Hvanneyri. Tækjabúnaðurinn hjá okkur orðinn allt annar með þessari innspýtingu upp á annað 100 milljónir í tækjabúnaði og síðan þá verið að byggja nýtt hús undir jarðræktarmiðstöðina hér á Hvanneyri. Og við fengum nú arf frá fyrrverandi kennara til þess að standa straum af uppbyggingu þar og það von okkar að með þessu þá erum við að efla þetta mikilvæga svið sem náttúrulega grundvallarstoð í landbúnaði og fá unga fólki svolítið til þess að kveikja á því að koma þar inn. Og við teljum að svona þegar aðstæðan orðin þetta góð þá eykst áhuginn samhliða og þegar menn sjá nú tækifærin. Og þarna náttúrulega líka verið að huga að útiræktun á grænmeti. Nú svo það orkan okkar, jarðvarminn náttúrulega ekki síst, sem við erum náttúrulega að horfa til svolítið í Eymi og mér langar til að nefna líka því ég gleymdi að nefna orkídeusamstarfið sem við hófum á síðasta ári, sem svona svipað og Eymur og Blámi og ég veit að það komið nú þegar samstarf þarna á milli þessara þriggja sem náttúrulega bara frábært. En Orkídea samstarfsverkefni milli skólans og samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, Landsvirkjunar og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og snýr náttúrulega að því eins og Eymur hvernig við getum notað jarðvarmann okkar og aðrar auðlindir til þess að skapa okkur hér ný framleiðslu tækifæri til matvælaframleiðslu og annara. Og þarna, þetta er svolítið hrifin af þessari mynd, af því ég hef haft hana fyrir augunum í mörg ár, að maður hugar því hvernig við erum að nota þessa auðlind okkar. Og við náttúrulega nota hana í raforkuframleiðslu og svo til beinna nýtingar, sérstaklega húshitun, og þið sjáu þarna langstærsti hlutin sem fer til húshitunar. Svo bætast við sundlaugar og snjóbræðsla. Og svo það sem raunverulega fer í framleiðslu ekki nema 10% af þessari beinu nýtingu okkar. Og ég hef spurt mig þessa í mörg ár, af hverju við erum ekki að horfa á þetta, hvernig við getum raunverulega aukið þennan hlut. Fiskeldi þarna 5%, gróðurhús 2% og svo þurrkun eða iðnaður 3%. Þannig að þarna eru alveg gríðarleg tækifæri fyrir okkur að horfa á þessa mynd og sjá hvernig við getum tekið þessi 10% og stækkað þá geira af þessari köku. Ef við lítum aðeins á fiskeldið hjá okkur, þá hefur það náttúrulega verið að snaraukast núna á undanförnum árum og bara orðin það verulegur hluti að það alveg teljandi í útflutningi á sjávarútveginu. Ég held að sé svona 10% af útflutningsverðmætunum þar. Og þetta náttúrulega aðallega lax í sjókvíaeldi, rauðasúlan sem þið sjáið. Og hún bara á uppleið. Síðan það appelsínuguli hlutinn, það bleikjan okkar sem hefur verið að vaxa svona hægt og sígandi. Hún náttúrulega í landeldinu. Og allar stöðvar í landeldi nema ein eru svokallaðar gegnumstreymisstöðvar. Þannig að vatnið rennur bara í gegn og lítið endurnýtt. Endurnýtt að einhverju leyti sums staðar en ekkert sem heitir getur. Ein stöð á Íslandi sem með gegnumstreymi, sem þá verið að endurnýta vatni 90% sem seiðaeldisstöðin á Tálknafirði, sem Arctic Smolt á, sem býr þá til laxaseiði
fyrir sjókvíaeldi Arctic Fish. Og tækifærin í því að endurnýta vatnið gefa okkur náttúrulega gríðarlega möguleika til þess að auka landeldi til mikilla muna. Það ekki hægt eins og kannski menn vita að færa laxeldi okkar upp á lands í svona, af því að þetta svo gríðarlega mikið vatn sem þarf, sem að við náttúrulega eigum í fjörðunum, en við getum samt sem áður auki landeldi mjög mikið með því að nýta þessa tækni sem hefur verið að ryðja sér til rúms og bætast mjög mikið núna á undanförnum áratugum. Og þar eru frændur okkar í Noregi og Danmörku mjög framarlega í flokki. Nú, ný prótein, mjög spennandi vettvangur og mörg fyrirtæki hérlendis nú þegar komin langt í þörungaframleiðslu og eru bara vaxandi. Og síðan eru nokkur sprotafyrirtæki sem hafa reynt skordýraræktun í smáum stíl, en það eitthvað sem getur orðið verulega stórt. Og ég nefni þarna bara Ganni franskt fyrirtæki sem ég hef verið í samskiptum við. Ég reyndi einu sinni að koma á Evrópusamstarfi með því að senda inn Evrópumsókn sem fékkst nú ekki samþykkt, en þetta mjög spennandi fyrirtæki sem að framleiða mjölorma í stórum stíl fyrir fóður. Og þarna alveg óplæður akur fyrir okkur að nýta okkar innviði og tækifæri sem við eigum þarna. Nú garðyrkjan, veit að Siggi nefndi þetta í gær, en þetta alveg gríðarlegt tækifæri fyrir okkur með allan jarðvarmann og landið og vatnið sem við höfum. Ég hef heimsótt nokkra stöðvar í Hollandi. Eina stöð þarna sem myndirnar eru frá, þetta paprikuframleiðsla og þau eru með 4 hús í þessu fyrirtæki, 4 gróðurhús. Hvert gróðurhús eru 4 hektarar. Þannig að samtals eru þarna í þessu fyrirtæki 16 hektarar undir. Og þið sjáu þarna flokkunar og það bara í einu af þessum húsum, það sem sagt flokkað og bara færibönd eins og við sjáum bara í fiskinum hjá okkur, bara svona eins og marel færibönd. Og ef við tökum bara þetta í samhengi, þetta eina fyrirtæki sem ég heimsótti þarna, 16 hektarar, það af svipaðri stærðargráðu og öll 100 fyrirtækin okkar sem 20 hektarar í allt. Þannig að meðaltali... Ragnar, ég ætla að láta það vita og það svona 1 mínúta eftir. Já, flott. Takk. Þannig að meðaltali við með 2000 fermetra, 0,2 hektar á fyrirtæki, en nokkur fyrirtæki eru náttúrulega orðin stærri eða 1 hektari og síðan náttúrulega Hafberg í Lambhaga, hann komið með sína 2 stöðvar í kringum 2 hektara. Þannig að trendið að þetta fyrirtækin fækki en þau stækki. Og í Hollandi þá þetta fyrirtæki sem að meðaltali 5 hektarar og 10.000 hektarar undir. Þannig þarna eru alveg gríðarleg tækifæri og þarna í raun og veru atvinnuvegur sem geti jafnvel orðið stærri en sjávarútvegurinn okkar í dag. Ég vil bara líka nefna að í Hollandi þá sögðu þeir mér það að landið undir stöðvarnar kostar jafn mikið og byggingarnar sjálfar eða að koma upp stöðinni. Þannig landið gríðarlega dýrt þar. Nú nefna aðeins fullvinnslu afurða, bara náttúrulega þá eykst verðmætið og útflutningskostnaður minnkar og náttúrulega hitutími lengist, þannig að þarna gríðarlegt tækifæri til þess að nýta orkuna og svo náttúrulega upplifun og fræðsla eins og við höfum séð hjá Friðheimum og fleirum. Að tengja það við á góðan hátt framleiðsluna sjálfa. Og svo vil ég aðeins nota síðustu sekúndurnar til þess að nefna alþjóðlegt samstarf. Við eigum rosalega möguleika þarna. Evrópusambandið að setja svakalega fjármuni í þessi lykilsvið okkar, matvælaframleiðslu og umhverfismálin og skipulagsmálin. Og sérstaklega vil ég nefna styrki fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, þar sem maður þarf ekki samstarfsaðila. Maður getur sótt bara sem eitt fyrirtæki ef að hugmyndin nógu stór og með Evrópuvídd. Þá getur maður sótt þarna mikla fjármuni, bæði styrki og síðan lán. Og síðan mjög gleðileg frétt sem að ég vil líka benda ykkur á ef þið hafið ekki séð hana,
að umhverfis- og auðlindaráðuneytið setti hérna frétt 13. apríl að við tökum núna þátt í live áætlun Evrópusambandsins sem bara akkurat beint í æð verkefni sem snúa að þessum sviðum, sem bara auka tækifæri ofan á allt hitt sem við höfum nú þegar. Þannig að það eru miklar gleðifréttir að það sé komið. Þannig að var ég of lengi. Þetta var það sem ég vildi sagt hafa. Takk fyrir. Glæsilegt, takk kærlega. Hérna ég ætla kannski að biðja að hætta að deila glærunum og kannski rétt svona hérna áður en að ég sleppi þér hérna frá okkur. Það langaði mig að fá að spyrja þig, Ragnheiður, hérna af því að núna erum við með 65 þáttakendur í Hacking Norðurland sem eru öll að þróa hugmyndir sem snúa að mat, vatn og orku. Bara rétt í lokin, ef þú ættir að gefa þessum þáttakendum eitthvað eitt gott ráð til þess að hafa í huga í þáttöku í lausnamótinu, hvað væri það? Þetta er nú að reyna, já, ég stoppaði núna, það ekki? Það ekki komið. Hvað segirðu, til þess að gefa eitt gott ráð? Já. Sko, ég held að menn ættu bara að horfa til þess að stíga svolítið stór skref og bara fara í það að ná sér í þessa fjármuni sem að menn geta sótt sér þarna til þess að koma hlutunum áfram. Já. Ég held að það sé vannýtt sérstaklega út á landi. Það hefur nú komið fram alltaf í öllum svona tölfræði úttektum að fjármuni sem kom úr samkeppnissjóðum þeir fara mjög mikið á Reykjavíkursvæði. Já. Nákvæmlega. Þannig að hugsa stórt og sækja styrki fyrir hugmyndunum sem kom út úr lausnamótinu. Já, mér finnst það bara gríðarlega mikilvægt að menn átti sig á því að peningarnir eru þarna, þannig að menn hugsa stórt þá það er bara nauðsynlegt að gera það til þess að sækja sér þessa fjármuni. Glæsilegt, Ragnheiður. Takk kærlega fyrir að vera með okkur. Gaman að heyra ykkar flottar starfi. Takk kærlega. Takk fyrir að vera með okkur, ok, takk. Þá ætla ég að kynna hérna næsta, hérna erum við, hvar erum við? Hérna erum við. Hérna erum við. Það kynna næsta aðila hérna til leiks. Herri, hérna, hann er það. Sæll vertu Sveinn. Þetta er Sveinn Margeirsson, sveitastjóri Skútustaðahrepps og verkefnastjóri hjá Nýsköpun í Norðri, sem er einmitt einna samstarfsaðilum í Hacking Norðurland. Algjörlega, gaman að vera hérna. Já, ertu hjartalega velkomin. Þökkum Mývatns, já, takk kærlega. Já. Og þið sömuleiðis. Já, og takk fyrir góða móttökur. Það var tekið einstaklega vel að móta okkur hérna í Mývatns. Gott að heyra það. Já. Hér er menn vanir að taka vel að móti fólki. Já, en við vorum svona svolítið að vinga þetta því að þú ætlaði nú bara að koma hérna og halda einhverja frusu ræðu en svo ætla ég bara að fá að sitja hérna hliðina á þér. Já, er það ekki bara málið? Jú, hvað viltu segja mér? Sko, mér langar að tala tækifærin og af því að kannski bara ég tek rosalega svona mikið undir því sem að Ragnheiður sagði síðast. Það þarf að hugsa stórt og eitt af því sem eru tækifæri eru þetta að sækja fjármagn alþjóðlega, bæði gegnum fjárfestingar, gegnum þessar áætlanir og hugsa virkilega, hvað ég að segja, stærra heldur en bara svona við höfum oft gert. Á sama tíma held ég að sé mjög mikilvægt og það nú erum við í hackathoni, að þarf að brjóta reglurnar. Reglurnar verða að brotna, margar og hérna, ég hef verið kallaður nýsköpunarglæpamaður sjálfur, þannig að hérna, ég er bara mjög sterklega þessara skoðunar að við erum auðvitað að koma út úr einhverju svona kannski 20. aldar hagkerfi og einhvern veginn ennþá að hugsa þannig, erum svo átt okkur á því að við erum kannski bara með allt niður okkur á margan hátt í loftslagsmálum og öðru slíku og til þess að komast út úr þessu þá þurfum við að brjóta reglurnar en á sama tíma sjá svolítið samhengi hlutanna og það er eitthvað sem mér hefur fundist mjög áhugavert hér og Nýsköpun í Norðri hefur snúist í rauninni að valdefla íbúana, tala við fólk og það er svona ráð sem ég myndi bara heilt yfir gefa til frumkvöðla að nálgast svolítið sko, hvað maður segja, sauðfjárbóndan sem að kannski virkar pínu öðruvísi eða svona kannski fittar ekki alveg inn í nýsköpunar svona, hvað maður segja, hugmyndina akkurat í fyrstu atriðinu en bara nálgast fólk eins og það tala við það, skilja hugsanaganginn og svona renna svolítið saman þessum heimum því að við erum auðvitað, það eru ótrúlega breytingar í gangi, mjög mikil þekking að skapast inn í menntakerfinu, líka bara í frumkvöðla senunni allri, en á sama tíma er rosalega mikil þekking bara hjá bændum, sjómönnum,
fólki sem hefur verið í bara að nýta orku lengi hérna í kringum okkur fullt af reykhúsum til að mynda, rosa mikil þekking í kringum það. Þannig að það eitthvað sem ég held að sé bara rosalega mikilvægt. Svo við horfum svona kannski á stóra samhengið sem að Ragnheiður kom einmitt inn á áðan líka, að við erum, það eru gríðarleg tækifæri sem felast í því að gera Ísland í rauninni fæðu öruggara land heldur en það í dag. Við erum að flytja inn 100.000 tonn af fóðri cirka á hverju ári, bara í landbúnaðinn, önnur 50.000 tonn af áburði og þetta eru bara við erum með öll hráefnin í rauninni sem við þurfum. Við erum með vatnið, við erum með orkuna og við getum búið til meiri mat hérna heima með þessu. Og fólk ég ætla bara að segja það, neytendur eru að öskra eftir þessu. Við viljum fara þessa leiðina og það ég aftur sammála Ragnheiði í rauninni, auðvitað þurfum við að stækka einingarnar á vissu marki, en það er líka svona breiddarhagkvæmni. Við eigum ekki bara að horfa á stærðarhagkvæmni, líka breiddar og eins og til með smáframleiðsla og svona samtök smáframleiðenda hafa nú sýnt það bara síðustu mánuðina og misserina að það eru gríðarleg tækifæri líka í hinu smáa svona þegar næst að tengja það saman oft á tíðum. Mikill vöxtur þar og auðvitað miklar breytingar í líka svona neysluhegðun og hvernig við horfum í rauninni á bara hvað við viljum borða, hvernig við viljum vera klædd. Ég fikk nú lánað þess að forláta lófapeysu hérna rétt fyrir. Já, til að vera í stílnum. Já, maður verður að vera það. Já. Algjörlega. En svo líka held ég að sé mikilvægt. Við erum auðvitað að horfa á loftslagsmálin. Og þau eru þetta bara ákveðið grundvallaratriði í mínum huga. Nákvæmlega. Og þar land í rauninni það sem skiptir mestu máli á Íslandi. Mjög margir sem áttu sig ekki á því að 60% af losun Íslands kemur frá landi með einum öðrum hætti. Með sama hætti eru langmestu möguleikarnir í því að binda kolefni í landi. Þannig að aukin skógrækt, aukin landgræðsla, horfa á þetta í samhengi við skipulagsmálin, tala við skipulagsyfirvöld í þínu sveitarfélagi, skilja hvar þetta stendur. Við erum að leggja mjög mikla vinnu í þetta hérna og nýsköpun í norðri eru þetta verkefni sem að byggir í rauninni eða svona er í tengslum við sameiningaviðræður þingeyjarsveitar sem að nær, svona fyrir þá sem ekki algjörlega kunni, nær má segja frá Vaðlaheiðargöngum og svona langleiðin upp að Mývatni og út á sjó og svo í rauninni tekur Skútustaðahreppu við og nær að Jökulsá og svo bæði sveitarfélög upp á hálendi. Og með því að horfa á skipulagsmálin í einhverju stærra samhengi og geta nýtt tækifæri fyrir frumkvöðla sem vilja binda kolefni í gegnum skógrækt og annað slíkt, mögulega endurheimt votlendis. Hér magna fyrirtæki stutt frá sem er í hundaslega ferðum, það sem að í rauninni þau sjá tækifæri í því, má segja, í mýrunum, að geta ferðast mýrar sem eru frosnar yfir veturinn, sem dæmi. Annað fyrirtæki sem er stutt hérna frá, heitir Nýsköpun og er að vinna með þörunga úr Mývatni og verið í rauninni að horfa til, má segja, allar þeirra ferðaþjónustu sem er í gangi hérna og svona þessarar bæði heilsubylgju sem er fyrir hendi. Við erum öll að eldast. Eða öll, ekki kannski ég, en heilt yfir erum við að eldast. Þannig að gríðarleg tækifæri þarna og svo annað að því við erum að tala um orkuna. Og við erum ofta að tala um svo mikið af orku. En við þurfum ofta ekki svo ýkja mikið af orku. Það eru þetta bara stóriðan sem að kaupir langstærsta hlutan af raforkuna á Íslandi. Oft á tíðum eru möguleikar á heimarafstöðum fyrir hendi og heimarafstöð í bland við svona tiltölulega lítinn jarðvarma getur verið bara stórt tækifæri fyrir aukna ræktun, bæði útiræktun, eins og eru dæmi hérna í Fnjóskadal, mjög skemmtilegt að vera að búa til 50 eða sem rækta 55 tonn af gulrótum þar í útiræktun og á ári og ég held við horfum átt fram hjá svona kannski hinu smáa í þessu sem er samt alveg slatti. 55 tonn af gulrótum er alltaf meira en ég borða hverju ári, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að það er rosaleg gróska í nýsköpun á Norðurlandi að þínu mati? Já, ég myndi segja að það er bara rosaleg gróska í nýsköpun heilt yfir og það tengist auðvitað bara því að við erum að horfa framan í það að ef við ekki í rauninni fylgjum tækniumbyltingunum sem er eiga sér stað, ef við ekki fylgjum
má segja neyslubreitingunum sem eiga sér stað og eru orðnar nú þegar Já. og svo kannski því sem skiptir hvað mestu máli. Við erum að eignast færri og færri börn. Já. Á sama tíma erum við að eldast og það þýðir í rauninni bara það að svona, ef að segja, sá hluti svona samfélagsins sem er virkur á vinnumarkaði, hann þarf bara að hugsa nýja hluti. Við getum ekki haldið uppi núverandi lifistandard með því að áfram að ganga á auðlindir hraðar heldur en endurnýja sig eða þá bara reyna að fjölga skattgreiðendum eins og við höfum alltaf gert. Já. Þannig að við verðum í rauninni að hugsa bara út fyrir kassan, búa til meira úr minna Já. og í rauninni nýta hlutina betur. Já. Og við erum að fara til þess að stað hérna með verkefni sem að auðvitað verður ekkert stórt per se. Hér búa rétt 500 manns í Skútustaðahreppi en við erum að horfa til þess í rauninni að fara að passa upp á allar okkar lífrænu auðlindir, lífrænan úrgang eins og við köllum það stundum, sem að ætti í rauninni bara að vera orð sem við tökum út úr orðabókinni og nýta hérna í landgræðslu. Við erum að safna hérna svartvatni sem er svona kurteisa orðið yfir skólp eða hluta skólps, það er kúkur. Og við erum að horfa á, eða samt við erum að nýta það í landgræðslu. Ég held að við munum horfa tilbaka eftir 20-30 ár og segja bara hvað vorum að hugsa að koma öllum þessum ótrúlegu auðlindum út í Faxaflóa til dæmis. Þannig ég held að þurfa að hugsa þessi mál aftur í samhengi við kolefnisbindingu, tonnið af bundnu kolefnistvíoxíði eða CO2. Þetta kostar orðið $50 núna í viðskiptum á ETS-markaðnum. Þannig að það eru bara verðmæti í því sem við kölluðum úrgang og við eigum að gera bara, við eigum að nýta tækifærin, brjóta reglurnar það sem þarf að brjóta reglurnar og bara hugsa þetta í hringrás. Já, og þegar þú tala um þetta, þá dettur mér líka bara í hug svona full nýting á hráefnum, til dæmis í sauðfjárrækt eða í sjávarútvegi og svo framvegis. Við erum alltaf komin svona þokkalega framalega með að nýta til dæmis þorskinn svona upp á 90 og 95%, en ég held að við eigum mikið í land samt. Já, sko við erum kannski komin svona í þá áttina af því sem við tökum í land, ef við slægjum hann nú eftir að gjarnan bara ennþá út á sjó, en mjög margt búið að gera þar, en ef við til að mynda tökum sko sauðkindina eða lambið, þar erum við kannski með lífmassa upp á þess vegna 35-40 kíló og það verða kannski 8-10 kíló af mat úr því í rauninni, því að beinin standa líka eftir og ekki nýtt. Nákvæmlega, en það er náttúrulega eitt fyrirtæki líka, svo ég sé svona aðeins að þú ert búin að neymdroppa svo mörgum fyrirtækjum, Pure Natura sem er náttúrulega á Sauðárkróki, að taka innmatinn og búa til vítamín. Nákvæmlega. Þannig að það er rosa margt gott í gangi. Við þurfum bara, og það þarf að ná utan um það og þess vegna þetta er Hacking Norðurland bara frábært. Og það er auðvitað með því að samhæfa aftur, sumt má vera stórt og á að vera stórt, þarf í rauninni að vera það. Síðan þarf virkilega að passa upp á því smáa, leyfa því að stækka, ekki í rauninni að berja það niður. Regluverkið verður að taka tillit til þess að áhættan af minni framleiðslu, segjum bara í sauðfjárrækt eða sem sagt að bóndi slátri einu og einu lambi heima eða nokkrum lömbum og selji beint, það er bara ekki mikil áhætta af því. Og það þekkja nú kannski flestir að ég var kærður og svo ákærður en sýknaður í þessum bransa. Og ég held bara... Ég kláraði að ræða þetta í heitapottinum í gerð. Nei, við gerum það ekki. En það má heldur ekki gleyma sko tækifærunum sem felast líka í verndun. Það sé mjög mikilvægt. Hérna erum við í rauninni umkringd náttúru sem er alveg ótrúleg og í rauninni einstök bara í heiminum. Það er bara Hverfjall hérna, þetta er stærsti svona gígur af þeirri gerð bara í heiminum. Við erum með hvaða fjölbreyttustu náttúru, þetta er svona Amazon svæði hérna má segja. Og Vatnajökulsþjóðgarður við erum nú stödd hérna í því húsi sem var áður Hótel Gígur og ég sé fram á mjög mikil tækifæri tengt svona, hvað maður segja, framleiðslunni sem er á svæðinu í samhengi við verndarsjónarmið, aukna og svona breytta upplifun fólks af ferðalögum. Ég er algjörlega sannfærður það að fólk mun hugsa kolefnissporið í framtíða ferðalögum. Þá eigum við að vera í stakk búin að veita réttu svona upplifunina og selja fólki vörur af svæðinu með lágmarkskolefnisspori, þar sem við höfum ræktað kornið í sko kýrnar á svæðinu, mjólkin kemur úr slíku.
gera okkur á sama tíma í rauninni fæðu öruggari sem þjóð. Algjörlega. Við erum nú að missa tíman aðeins frá okkur, en þetta er ótrúlega gaman að spjalla við þessu. Mér langar að spyrja þig, af því að þú veist, það að halda svona lausnamót á Norðurlandi er náttúrulega frábært skref, bara bæði svona sem vitundavakning fyrir fólk bara að hugsa í lausnum og allir geti orðið frumkvöðlar og skapa eitthvað nýtt og svo framvegis. En hvað þurfa frumkvöðlar? Þú veist, hvernig getum við hérna á Norðurlandi stutt við frumkvöðla til þess að vera að ná þessari svona framtíð sem þú veist að lýsa, við þurfum eitthvað sem við þurfum að færast nær? Já, sko, við höfum velt þessu bara rosa mikið fyrir okkur í nýsköpun í Noregi. Hvað er það sem að þarf? Og ég held að það fyrsta er í rauninni þessi valdefling sem ég talaði um áðan. Það er bara í rauninni, það er fullt af venjulegu fólki með fullt af hugmyndum og það þarf að vera alveg skýrt að það þarf ekki doktorspróf til þess að verða frumkvöðull. Það er algjörlega skýrt. Og í rauninni bara það er mjög margt hérna, sauðfjárbóndi eða bara bændur, fólk sem hefur reynslu af nýtingu auðlindana hérna, það veit miklu meira um það en ég, þó ég sé með doktorspróf í verkfræði. Þannig að þetta samtal skiptir svo miklu máli. Við þurfum að nálgast það bara í jafnréttisgrundvelli, svo er það aðstaða og við erum að horfa til þess hérna í Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit að aðstaða eins og hérna í Gíg, við verðum í svona samhengi við stofnanir og getum boðið upp á í rauninni frumkvöðla aðstöðu hérna. Síðan eru markaðsmálin, þú má ekki gleyma markaðsmálin, þau eru gríðarlega mikilvæg, gleymast allt of oft. Og þar er sem sagt, við erum Mývatnsstofu hérna, það eru markaðsstofur landshlutana, það er Íslandsstofa, það er í rauninni margt sem er fyrir hendi, en aftur þurfum við að hugsa hvar eru tækifærin og tækifærin felast oft og miklu meira en áður í því að vera fyrir utan kannski stærstu þéttbýlisstaðina, þar sem að má segja sérstaðan, ef við berum okkur saman við heiminn, er kannski aðeins minni í raun, heldur en sérstaðan sem felst í dreifbýlinu. Því að við erum að keppa fólk á alþjóðlegum grundvelli. Þetta snýst ekki það hvort það séu fleiri eða færri íbúar akkurat hér heldur en á Akureyri eða hvað nú er. Ísland er að keppa í alþjóðlegu samhengi. Og síðan tel ég, og mér finnst í rauninni bara fyrst að tíminn er að fara, þá verð ég að koma því frá mér. Hringrásarhagkerfið, það þarf að ná svona raunverulegri merkingu. Og það sem mér fannst svona hvað áhugaverðast að koma hingað er að Mývatn og svæðið í kringum Mývatn, í rauninni Mývatnssveitin, það er hringrásarhagkerfi sögulega séð. Hér varð til byggð sem byggði á sjálfbærri nýtingu þessarar auðlindar. Og bændurnir hérna gátu í rauninni búið á minni bújörðum heldur en aðrir, eða bara, segjum bara í Skagafirði það sem ég ólst upp, vegna þess að það var þekking á auðlindinni og annað slíkt, eða auðlindum bara svæðisins sem var fjölbreyttari en víðast. Þetta er það sem við þurfum að ná yfir, blanda saman reynslunni og svo nýrri þekkingu með í rauninni frumkvöðla kraftinum sem kemur hann inn og svo að sjálfsögðu þarf að setja fjárfestingu í þetta. Það er algjörlega ljóst. Og þá er ég ekki að tala bara í rauninni einhverja nokkrar milljónir hér og þar. Það þarf að vera bara skýr stefna sem að styður við þetta og þá með markmið til að mynda í loftslagsmálum, fæðuöryggismálum, byggðaþróun, samgöngumál. Þetta þarf að hanga allt saman. Glæsilegt. Sveinn, ég held að ég gæti örugglega talað við því svona 3 klukkutíma. Það er mjög gaman að ræða málum við þig. Já, sömuleiðis. Og mér langar að nota tækifærið og þegar við kveðjum þig til að þakka enn aftur bara höfðinglegar móttökur hérna í Mývatnssveit. Þetta er búið að vera algjör draumur að vera hjá okkur og við erum strax farin að segja að við höldum eiginlega við þurfum að vera hérna alveg út næstu viku. Ég held að við neyðumst eiginlega bara til þess. Já, en það er framlenging á lausnamótinu? Nei. Alltaf allir velkomnir, sko. Er það ekki? Jú, engin spurning. Og leið þú búin að vera hérna í helgi, getur þú kallað þig Mývatn. Já. Er það ekki? Jú, glæsilegt. Ég var skammaður fyrir þetta. Já, er það? Já, pottet. Er það ekki? Takk kærlega fyrir að vera með okkur og takk fyrir að vera samstarfsaðilinn okkar og takk fyrir áhugaverðar pælingar og við ætlum bara að halda áfram með smjörið og nú fer í gang lokaður fundur með þáttakendum, þannig að við ætlum að rjúfa þessa beinu útsendingu á Facebook og þökkum fyrir okkur í dag og við sjáumst á morgun.